Já, þá erum við byrjað að taka upp. Herru, við ætlum sem sagt í þessum hluta að halda áfram með hluta D og við erum sem sagt núna að fara í dæmi sem komum sem penna í gang. Við erum að fara í verkefni D19 og við ætlum að fara alveg áfram í D23. Og það sem við erum að byrja að gera hérna er að við erum að byrja að vinna með LN og E. Ok, E er ekkert annað en tala. Það er í vinnubókinni er myndband sem útskýrir hvaðan þessi tala kemur, hvað er svona sérstakt við hana. Tengist vexti. Hún hefur bara þetta gildi 2,72. Ok. Síðan erum við með eitthvað sem heitir náttúrulegur logri. Náttúrulegur logri. Og það er skrifað LN. Þetta er ekki EN, þetta er LN. Og LN og E þau tengjast. Og sýna ykkur hvernig það tengist sem dæmi. Ef við tökum LN af 5 þá fáum við cirka 1,6094. Ok, hvernig tengist þessi tala E eiginlega? Jú, ef ég tek E og set það er veldið af 1,6094 þá fæ ég út 5. Þannig ég sjáu hérna hvernig LN og E eru svona, má segja að séu hálfgerðar andstæður. Svo mætti orðið komast. Herðu, en ok, þá er farið hérna í ákveðna lograreglur og það er ein regla hérna sem við möttum að nota meira en annað og það er þessi hérna. Við möttum að nota þessi svolítið við að leysa dæmi. LN af A ykkur veldi P, það er að sama og taka þetta veldi og setja bara hérna fyrir framann. Þá er þetta P sinnum LN og A. Við ætlum að nýta okkur þessa hérna reglu. Og 1-19 þá voru þið bara að nota þessa reglur við að sannreyna þetta hérna. Þannig að LN að 3/5. Spurningin er það sama og LN af 3 plus LN af 5. Þannig þið eru að reikna þetta hérna. Þetta er bara LN af 15. 3/5. Þið reiknið það út og svo reiknið út hvað er LN af 3 plus LN af 5 og þið aðtók hvort það sé ekki alveg örugglega sama. LN af 10 deilt með 5, þetta er bara sama LN af 2 og þið eru aðtóka hvort það sé þá sama og LN af 5 mínus LN af 10 mínus LN af 5 og svo framvegis. Ég er bara að testa þessar reglur. Herri, en skoðum núna nánar þessa hérna reglu sem lítur svona út. Og við ætlum að nota þetta til að leysa dæmi á þessu hérna formi. Þannig að við erum oft búin að vera að finna þetta blessaða X, en X hefur aldrei hingað til verið í veldi. Nú er þetta í veldi og það er svolítið erfitt að reikna þetta út. En þið sjáu að þetta er svolítið svipað hérna fyrir ofan. Hérna er með A í ykkur veldi P og hérna hinum er P eða ekki lengur í veldi. Ég þarf að nota þessa reglu til þess að fá X-ið til þess að hætta að vera veldi og vera bara eitthvað svona tölu fyrir framan eitthvað aðra tölu. Þannig að þetta er sérst sýnidæmi 3.11 og það sem ég ætla að byrja hérna að gera er ég ætla að, og muniði, maður má gera hvað sem er við svona fall eða jöfnu sem lengi sem maður gerir bara sama báðu megin. Ég má gera hvað sem er hérna megin sem lengi sem ég gera hérna megin. Þannig sem ég ætla að gera hérna er að taka logran báðu megin. Það er að gera báðu megin. Ok,
Ok, það sem ég við með því ég ætla að taka ln af 3x og ln af 81. Þetta er sama sem merkið gildir ennþá að því ég var að gera það saman báða megin. Ég var bara að taka ln af öllu vinstra megin og ln af öllu hinni megin. Ok, nú ætla ég að taka þetta hérna og endurskrifa þetta með því að nota þessa reglu. Og það þýðir ég tek þetta x hérna fyrir framann. Það er ekki lengur veldi. Þetta verður bara ln af 3. Hérna kemur síðan bara ln af 81. Þá lítur þetta svona út. Núna get ég farað inn með x-ið. Hérna er x sinnum eitthvað tala og ég vil losna við ln af 3. Þannig ég deili með ln af 3. Ég deili með ln af 3 hérna. Ln af 3 cancelast út hérna. Þannig að x verður sama sem ln af 81 deilt með ln af 3. Og þá er svarið komið við þess dæmi. Og þetta er alveg dæmi 1-20. Það er að notast þessa reglu og gera svipað dæmi. En við erum sem með aðeins flóknari dæmi. Skulum byrja hérna að skrifa bara jöfnuna eða regluna upp. Þetta er reglan okkar. Og við ætlum að taka núna sýndæmi 1-12. Og við ætlum að leysa dæmi sem lítur svona út. Þannig að nú ætlum að finna x og það er í þessu veldi nema það er komið eitthvað annað dót hérna fyrir framann. Komin 8 pluss eitthvað hérna 3 sinnum 4x. Og til þess að geta notað þessa reglu sem við erum hérna frá hann að þá getum við bara notað á 4x. Við getum ekki verið að blanda þessu hérna inn í þetta af því það er ekki neitt meira hérna fyrir framann þetta a sinni p, það er bara a sinni p sem er þessi 4x hérna. Þannig að við þurfum að einangra 4 í veldinu x. Einangra 4 til x. Það þýðir það að við viljum eiginlega losna við þessu 8 hérna og losna við hana 3 stigna. Ok, þannig að við þurfum átt okkur í hvaða röð gerum við það. Hérna er sko 8 pluss eitthvað, hérna er 3 sinnum eitthvað. Við viljum byrja að losna við þessu 8. Við gerum mínus 8 hérna megin, mínus 8 hérna megin. Þetta verður 3 sinnum 4 í veldinu x, saman sem 41 mínus 8. Já, sýt smá grótina. Þetta er 3 sinnum 4 í veldinu x. Þetta er 33. Núna erum við með 3 sinnum 4x og þá þurfum ég að deila með 3. Þá styttist risturinn hérna út. Eftir verður 4 í veldinu x saman sem 33 deilt með 3, það er 11. Og svo núna er dæmi orðið mjög svipað eins og vorum að gera áðan. Núna getum við tekið ln báða megin, við erum búin að einangra 4x, við erum búið með þetta skref. Og næsta skref er að taka ln báða megin. Gerum það hérna megin. Og þessi hvernig við skulum bara skrifa þetta upp nýtt hérna. Þetta er 4 í veldinu x sama sem 11. Tek ln báða megin, þá er þetta ln af 4x sama sem ln af 11. Núna nota ég þessa reglu á þennan hérna part sem þýðir að x kemur fyrir framann. Þetta er ln af 4. Áfram vinstra megin er þetta bara sama ln af 11. ln af 11. Og núna erum við með x sinnum ln af 4. Við viljum losna við ln af 4 og deilum við ln af 4. Gera það sama hinum megin, deilum við ln af 4. Ln af 4 styttist hérna út. Nú byrjar að skrifa eitthvað ská hérna. Og x er hérna
1,729 eitthvað. Og ég gæti alltaf tekið þessa tölu hérna x-ið 1,729 og setta inn í þessa hérna jöfnu uppálega dæmið og sé hvort ég fá ekki alveg örugglega rétt út. Það er nokkuð nærri lagi. Herðu, síðan ég ætla að gera annað myndband fyrir GeoGebru verkefni, en við erum síðan að fara að vinna með cosinus, sinus og tangens. Þetta eru hornaföllin, nema það að í hornaföllum þá er oft notað tvær mismunandi einingar. Það er annars vegar radianar og gráður. Þannig að gráður til dæmis, tölum 45 gráður, tölum 90 gráður, rétt horn. 45 gráður er eitthvað svona. Nei, þetta var hann ekki alveg. 45 gráður er eitthvað svona. 90 gráður horn er svona, þið kannist við þetta. En radianar er allt annað. Radianar eru þannig að til dæmis samband eru þannig að 1 radiani er sama og 57,3 gráður. Ok, þetta er sambandið milli radiana og gráða. Þetta er sami hlutin, þetta er horn. Þetta er bara tvö mismunandi kerfi og við þurfum að læra þetta meira. GeoGebra og Excel nota sjálfkrafa radiana. Þannig að ef þið farið í GeoGebra, Excel eða bara Google, ef þið farið í Google og reikna eitthvað, þá eru það að nota radiana. En þegar ég nota radiana núna í næstu dæmum, dæmi 1D23, og þá verður það að hafa reiknivélin ykkar stillt á radiana. Þannig það ætti að standa einhvers staðar R. Ekki láta standa D þá fyrir degrees. Þið verðið að láta standa R fyrir radiana. Og þið sjáu þetta náttúrulega þegar þið fara að reikna út, þá getið borið svörin ykkar saman við svörin í heftinu og sé hvort það sé rétt. En nota radiana, hafa stillt á rad í reiknivélum ykkar eða stórt R.